Ok. Ég ætla þá að setja bæjarstjórnarfund númer 472 sem að hefst nú klukkan 17 í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 28. mars. Hér eru 28 mál á dagskrá að meðtöldum fundagerðum og ég ætla að óska eftir því upphafi fundar að fá að taka inn mál með afbrigðum. Það er deiliskipulag varðandi vegna Gunnukvers. Það er þessi lýsinga deiliskipulagi til auglýsinga, eða samþykkja til auglýsinga, ekki rétt hjá mér. Og ég bið fundamenn að rétta upp hönd þeir sem eru því sammála að taka inn með afbrigðum. Það er samþykkt samhliða og það bætist hérna þá við sem 8. mál, verður þá síðasta máli sem að Ármann mun sitja undir. En fyrsta mál er beiðni umsögn vegna nýtingarleyfis í Svartsengi eða eldvörpum. Hér hefur verið óskað eftir að framlengja, að fá frest varðandi umsögn. Þetta þarf að samþykkja hér. Viltu eitthvað að fara yfir þetta sérstaklega? Ármann, gjör svo vel. Komið sæl, það getur bæði fulltrúar og aðrir gestir. Undanfarið þessa máls er þá deiliskipulag eldvarpa og þar á undan þá aðalskipulagsbreytingin. Og við erum búin að veita framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborunum í eldvörpum. En núna er HS Orka að undirbúa nýtingu á þessum hólum. Það er stigsmunur á rannsóknarborunum og svo nýtingu á hólunum sjálfum. Þeir eru að undirbúa þetta og þetta er þá svona fyrstu skrefin að leita til Orkustofnunar og Orkustofnun leitar til okkar með umsögn. Málið er aðeins flóknara heldur en venjulega þegar við erum bara leyfisveitendur vegna þess að við erum bæði landeigendur og eigendur jarðhitaréttindanna. Og ég hef óskað eftir fresti við til orkumálastjóra, hann hefur samþykkt það. Vegna þess að málið er bara það umfangsmikið og snertir okkur á mörgum flötum. Þannig að ég óska þá eftir, skipulagsnefndin óskar eftir þá staðfestingu bæjarstjórnar á því að hún taki undir þetta. Þetta mál er það mikilvægt að það er ekki nóg að senda umsögn 10. mars og eiga svar henni 24. fyrir bæjarstjórnarfundinn. Þannig að ég hef komið þessum upplýsingum máleiðis og Skúli forstjóri Orkustofnunar tók undir það. Takk fyrir þetta, Ármann. Það er bara gott að kanna þetta mál og fara vel yfir það áður en að umsögn verið veitt, en orðið er laust undir þessum lið ef að einhverju vilja tjá sig nýtingu í Svartsengi eða eldvörpum. Þetta er ein af dýrmætu auðlindunum okkar á svæðinu, þannig að það er skott að vanda vel til verka. Gjör svo vel, Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við hljótum að vera sammála því að þetta er nú engin frestur sem að gefin er til þess að veita þessa umsögn. En ég langar kannski til að Ármann lýsi aðeins betur fyrir okkur framvindunni. Væntanlega er það við sem gefum leyfið endanlega. Þannig að ég velti fyrir mig bara tímafaktorunum á þessu. Við fáum þarna umsögn, óháða umsögn þá. Og hvað verður svo næst? Hverjir fleiri, við vitum að þetta eru umdeild svæði og við erum nú búin að veita þessar leyfi til rannsóknar borhola, til að bora rannsóknar holur og með skipulagi þannig að það verði virkjað þarna og með eldvörpin sjálf erum við með þarna í hverfisvernd eða einhvað verndarsvæði þarna yfir aðal svæðið sem ekki verður snert. Þannig er það ekki alveg á hreinu að það er ekkert verið að fara inn á það svæði. Og kannski
framvinda málsins og kannski tímafaktor. Hvenær kannski þú sér fyrir þér að þeir ætla að fara að virkja þarna? Svona hvað er rauninni langt í það? Takk fyrir þetta, Páll. Staðan í dag er þannig að það liggur fyrir framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborunum og þeir eru ekki byrjaðir. Þeir stefna á að fara að skila inn uppdráttum af bortegunum til okkar mjög fljótlega. Það sem þeir eiga eftir að gera, þeir eiga eftir að taka ákvörðun hvernig þeir ætla að virkja holunar og þá með hvaða hætti, hvort það eigi að vera ný virkjun eða hreinlega að það hefur komið til tals að mögulega vera með svokallar staðbundnar virkjanir sem koma þá bara beint ofan á holuna. En framvindan er þannig og staðan er að þetta er á algjöru byrjunarstigi. Þeir eru að sækja orkunýtingarleyfið og ég gerir fastlega ráð fyrir því að við höfum eftir að fara í einhverjar breytingar á aðalskipulaginu eða þá sennilegast fellur þetta inn í endurskoðun aðalskipulags. Hásorka ætlar að stofna staðavalsnefnd og hún hefur sagt okkur að hún muni óska eftir því að einhver frá Grindavíkurbæ komi í þá nefnd. Það er þá staðavalsnefnd fyrir virkjunina sjálfa, eldvarpavirkjunina, og ég myndi segja að það er þó nokkur ári að þetta verði klárað sko. Og þá ættir að fara í frekara mat á þá vatnshitageyminum og mögulega þá mat á umhverfisáhrifum. Matskyldu eigi eftir að koma inn og það ferli getur tekið alltaf 5 ár, myndi ég segja. Og þetta er fyrsta skrefið. Seinni parturinn, Páll, seinni spurningin. Hvar var hún aftur? Það var í rauninni bara spurningin á því að hvenær er alltaf að fara að virkja og hvenær þetta verður nýtingarhola og hvenær þetta er rannsaka. Já, ætlum við ekki eftir að fá erindi í þessu tengt inn á borð til okkur svona 5 sinnum. Og ef ég á að skjóta alveg óábyrgt þá tekur þetta 5 ár, myndi ég skjóta, 4-5 ár. Takk fyrir þetta, Ármann. Guðmundur er næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kemur pínulítið óvart að menn eru farnir að skoða strax varðandi nýting á svæðinu. Vegna þess að ég í einfeldi minni hélt að menn myndu fyrst fara í það að í þessar rannsóknarborholu sem við höfum gefið leyfi fyrir og til þess að athuga hvort það væri í raun og veru mögulegt að nýta þær og eða hvort það hefði þá áhrif á nýtingarhlutfallið í Svartsengi. Því í mínum huga er Svartsengi fyrst og fremst hitunar þar sem heldur húsunum okkar heitum, þar sem heitavatnið við notum í húshitun og við þurfum þá svolítið að passa það að það verði ekki undir þegar það á að fara að koppkosta að framleiða ekki rafmagn. Sem mér sýnist þessi virkjun, ef hún verður að veruleika, eigi svona aðalega nýtast í. Þannig að við Grindavíkurbær eigum auðlindana í Svartsengi en auðlindin í eldvörpum er vantilega á hendi ríkisins. Þannig að þarna eru mikla hagsmunir undir sem að við verðum að treysta hlutlausum aðilum eins og Orkustofnun til þess að passa upp á að við göngum ekki og hart fram gegn svæðinu. Eins og komið hefur í ljós, eins og til dæmis uppi á Hellisheiði. Þannig að ég get ekki segja hvernig menn geta gert nýtingaráætlun þegar menn veit ekki hvort að svæðið er tengt Svartsengi eða hvað það gefur mikið af sér. Þannig að ég held við það verða allir aðilar HS Orka líka að fara varlega á þessu svæði þannig að við skemmum ekki þessa auðlind þar sem við erum að nýta til húshitunar. Það er
fyrst og fremst í mínum huga atriði þurfum að passa. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Ég tek undir það að maður einhvern veginn svona lítur á ferli sem svo að það eru gerðar rannsóknarboranir og það er kanna áður en að færi er að nýta. En mér heyrist það nú á okkur hérna að við viljum bara stíga varlega til jarðar og skoða málið vel og ígrundað og þess vegna er þetta hérna inni á borði hjá okkur að biðja frest því að hann er mjög skammur af því að þeir líta svo á að ef við svörum ekki fyrir 24. sem var fyrir 4 dögum að þá gerum við ekki athugasemdir og hérna auðvitað á að gefa eigundum varmaauðlindarinnar rétt á að taka sér tíma og fara vel yfir þetta. En orðið er laust áður en við göngum til atkvæðagreiðslu það að veita eða samþykkja að sótt verði þennan frest. Nú ef ekki þá ætla ég bara að bera það upp við fundinn að greiða atkvæði að samþykkja það að hér verði farið fram á auka frest sem ég skilst að sé mánuður eða hvað? Ármann? Fram með næsta bæjarstjórnarfund. Ok, flott. Þeir sem eru sammála því, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða að fá auka frest til að skoða þetta mál vel. Næsta mál, annað mál á dagskrá fundarins er fyrirspurnum eða í rauninni erindi frá Þorbirni HF þar sem þeir eru að óska eftir breyttri notkun á Hafnargötu 8-10 sem er húsið á móti skrifstofuhúsnæðinu þeirra og ef mér minnir rétt var talað alltaf sem Hælsvík, en það ekki? Þeir vilja sem sagt breyta þessu í gistiheimili fyrir 39 stúdíóíbúðir og skipulagsnefnd hún er að leggja til við okkur í bæjarstjórn að gerð verði breyting á deiliskipulagi þar sem að þessum reiti verði breytt í verslun og þjónustur. Þannig að það verði heimild til þess að setja upp þarna gistiheimili. Viltu fara eitthvað frekar yfir þetta mál, Ármann? Gjör svo vel. Ekkert mál. Já, umræddur reitur er athafnasvæði og eða svo iðnaðar og athafnasvæði. Þetta eru þá tæplega 40 stúdíóíbúðir sem að þeir áætla að setja á reitin eða svo nota núverandi mannvirki undir. Skipulagsnefnd hefur tók svona bara nokkuð vel í þetta og þetta var svolítil umræða. Reyndar hefur Skipulagsstofnun þegar hún fær svona erindi til sín nú, ég hef heyrt frá kollegum mínum, þegar að vera að breyta reitum í hótel eða gistiheimili þá hafa þau farið fram á áætlun sveitarfélagsins gisti og hótelstæði. Þannig að það gæti verið að við þurfum að gera eitthvað svona greiningu í því og eða vísa henni þá beint til aðalskipulagsins. Þetta er, maður kannski býst ekki við því að allir séu sammála í þessu en það er nú bara eins og gengur og gerist í skipulagsmálum. Þetta er þá alfarið ákvörðun bæjarstjórnar hvort að við viljum að þessu verði eða ekki eða hvort okkur finnst þetta henta svæðinu. Svo náttúrulega kemur fram í deiliskipulaginu og þar verður væntanlega stungið á ákveðnum kýlum sem að ef menn hafa áhyggjur af einhverjum ákveðnum hlutum þá þarf bara að taka það fram í deiliskipulaginu, nála við annan iðnað og þá samgöngur og bílastæði bara og allt það. Við erum ekki að samþykkja deiliskipulagið sjálfsögðu, við erum að mælast til með því að það veri farið í að vinna breytinguna. Breytingin er svo tekin fyrir aftur hér. Takk fyrir þetta, Ármann. Ég fyrir mitt leyti get ekki séð að þetta sé eitthvað úr takti við það sem fyrir er á svæðinu því að þetta tilheyrir Hafnargötunni og þar erum við með Margesthouse, við erum með gistirými í gamla Fiskarneshúsinu. Nú það liggur fyrir umsókn eða umsókn. Man ekki hvar hún var stödd varðandi gömlu báruna, þar var verið að óska eftir gistirými. Já, það var samþykkt, þannig að þetta er í rauninni víðar í þessari götu. En orðið er laust, Marta, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er raun fagna því alveg þegar fyrirtæki bænum aðstoða okkur til að koma á móts við þennan húsnæðisvanda sem er í gangi og það vissulega vitum við að þótt að sé hugsa sem gistiheimili og hótel þá á þetta að þjónusta starfsmönnum Þorbjarnar, er það ekki rétt?
Jú. Og þannig að það er bara alltaf gott framtak. Og vissulega er fordæmi álíka starfsemi hinum megin á Hafnargötunni, hérna hjá Margesthaus. Það sem ég velti fyrir mér eru að nú eru þannig lóðir alveg í kringum sem umlykja þennan reit. Sérstaklega það nær höfninni sem eru mjög góðar undir atvinnustarfsemi og hafnarsæknarstarfsemi. Hvaða áhrif myndi þetta hafa á lóðinar skilgreiningu á reitunum í kring ef þetta yrði að verslun og þjónustu? Já, ég get alveg trúið því að það verði að draga einhverja línu og það verði að fara í einhverja aðgerðir, jafnvel ef starfsemi sem er við hliðina passar ekki við hótelrekstur. Við sjáum bara á svæðinu voru lýsistangar, segjum bara að það væri olíutangar. Er sniðugt að vera með hótel við hliðina á olíutangum? En þetta er eitthvað sem yrði þá bara tekið á í breytingur á breytingur á deiliskipulaginu. Það er þá bara samræming við nærliggjandi lóðir og hvort það þurfi að setja einhverjar skorður á starfsemi aðliggjandi lóða. Vegna þess að öryggismál verða væntanlega það verður að fara yfir öryggismálin og tryggja að þau séu í lagi. Þarna gætu þá á einhverjum tímapunkti verið sofandi 80 til 100 manns. Og þessa þætti verður bara að skoða í sjálfri breytingunni. Lýsi, já. Ég er ekki með það í kollinum, það væri hægt að fletta þið upp bara. Og svo er líka ein lítil lóð fyrir spennustöð þarna, veit ég. Og það er líka hægt að setja þá kröfur á mannvirkjagerðina sjálfa á lóðinni að veggir sem snúa í þessa átt skulu vera svona eða þetta er allt svona óskilgreint í rauninni og þetta er eitthvað sem að þarf að taka á í breytingunni sjálfri. Takk fyrir þetta, Ármann. Ég er sammála Mörtu að það er frábært að fyrirtækin er að fara í að byggja upp húsnæði af því að það er sannarlega skortur á því hér. En ég trúi því að við vonandi getum fundið einhverja leið til þess að láta þetta ganga upp. En það þarf að skoða það vel. Guðmundur gjör svo vel og svo Palli Jói. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Mér líst bara í sjálfu sér vel á þetta. Þetta kemur bara flott út og prýðir svæðið eða þá betur. Hafnargötu megin. En að sjálfsögðu vita þeir sem að er á ósk eftir því að byggja þarna gistiheimili að lóðin að sunnanverðu er ætluð undir atvinnustarfsemi. Og þeir hljóta að taka til þess þegar farið er í framkvæmdir að þessi bygging standist þær kröfur geta verið við hliðina á atvinnusvæði. Mér sýnist lóðin fyrir sunnan vera flott atvinnusvæði fyrir fiskvinnslu eða hafnsræktarstarfsemi. Þannig að ég er ekki tilbúin til þess að fara að breyta þeirri lóð, en það eru menn ekkert að biðja það er bara að vera að biðja þessa lóð með þessa byggingu og þeir vita alveg af hinnu. Og það er sjálf ekkert vandamál okkar. Það er engin, í mínum huga er ekkert að biðja okkur að breyta þeirri lóð sem er fyrir sunnan, en það mínum huga kemur þannig varla til greina. Þannig að þeir sem er að óska þessum breytingum gera sér grein fyrir að lóðin við hliðina er athafnasvæði og verður vonandi einhvern tímann byggð upp einhver atvinnustarfsemi. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Palli Jói var ekki búin að bjóða þér að koma næst. Vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er bara jákvætt mál, ég sé ekki betur en að það sé bara og í takti við tímastönn. Ég man ekki betur en að bara húsi við hliðina, þarna Þorbjörn, þar sem skrifstofunar eru núna, þar hafi verið
gistiheimili. Ég held að það hafi verið meira en verbúð. Þannig að það nú nánast öll gatan alveg frá tjaldstæðunum og þarna út á þennan enda. Og ég hélt nú satt segja að þetta svæði væri einmitt allt þarna milli Hafnargötu og Hafnarinnar, þessi reitur þarna, að það væri skilgreint einmitt þannig, en það kannski skiptist við, já ég veit eiginlega ekki við Ránargötuna. Nú er verbúð eða gistiheimili, ég skal nú viðurkenna það, ég er ekki alveg með á hreinu hvað það heitir hérna í Vísir, hvort að það er verbúð eða hvað, og hvort að ennþá er leyfi í skrifstofuhúsnæði Þorbjarnar eins og var hérna áður. Þannig að ég held að þetta sé nú bara alveg í takt við tíman og bara jákvætt að eins og Marta segir að það er bara jákvætt að þessi fyrirtæki er að byggja yfir sitt fólk á nútímalegan hátt. Þannig að þetta hefur farið vel saman, atvinnurekstur og svona gistiheimili eða verbúðir eða hvað það heitir. Þannig að þessi gistiheimili, Marhás að það eru vélsmiður og skítugur atvinnurekstur þarna bara við hliðina. Þannig að ég held að þetta sé bara í takt við tíman og ferðamennskan snýst svolítið það að í dag að fólk vill bara koma og sjá atvinnulífið og kynnast bara lífi og menningu hjá heimamönnum. Þannig að þetta er bara jákvætt. Takk fyrir það, Palli Jói. Marta næst og svo Jóna Rut. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, svo ég svari kannski aðeins Guðmundi og tala kannski lítið skýrara, þá var ég ekki að setja mig upp á móti þessu, ég var ekki að gera ráð fyrir þannig að þessu stæði ekki menn sem vissu út af hvað þetta svæði gengur og hvaða starfsemi er þar í gangi, en nú er það líka þannig að við þurfum að fara að skipulagslögum og þurfum að passa, ég var bara í rauninni að benda okkur á að vera vakandi yfir því að gera ekki einhverja breytingu sem gæti orðið samlíkjandi lóðum til virðis minnkunar og þá mögulega Grindavíkurbær að skapa einhverja ákveðna skaðabótaskyldu. En ég er ekki að segja það sé, við þurfum bara að vakandi fyrir því hvað áhrif þessi deiliskipulagsbreyting gæti haft. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég veit bara að taka undir það sem að Guðmundur og Páll Jóhann voru að tala að bara fagna þessu. Ég held að þetta veri bara skemmtileg prýði á Hafnargötuna að fá gistiheimili hana og þetta er hús sem er svona bara hálfgerð skemma hana á svæðinu og það eru náttúrulega fyrirtæki verið búin að taka húsin sín gegn á Hafnargötunni og er komin mikill veitingarekstur hana og þannig ég bara er glöð að sé að fara að koma og sem ég vona bara þeir láti verða þessu Þorbjörn og að það komi þetta gistiheimili sem er sýnist á teikningum að veri bara fínasta prýðið hana á svæðið. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Ef ekki fleiri vilja kveða sér hljós og þá ætla ég að bera upp erindið, þar að segja að við samþykjum að gera breytingu á þessu deiliskipulagi sem síðan mun koma aftur fyrir bæjarstjórn, ekki rétt hjá mér. Þeir sem eru sammála að gera þessa breytingu rétt upp hönd, það er samþykkt samhliða. Ekki að það hvort að það sé verið að færa sér lengur og lengra út á óraska svæði. Eins að það er tekið fram hvernig geymsla á olíu og öðrum mengandi efnum á svæðinu yrði háttað. Og skipulagsnefnd minnti í rauninni bara á fyrri umsögn. Það sem er merkilegt í þessari skýrslu er að það er kannski sýnt í skýrslunni ákveðin sjónarhorn fyrir og eftir vinnsluna. Þá sést hvernig Stapafelli hverfur
úr augsýn og hérna sjálfum sér svona smá merkilegt að sjá fjöllin hverfa, eða ef fjöll má kalla. En eins og ég segi, fjallið sjálft eða hóllinn er mjög mikið raskaður og svæðið er raskað og er búið að vera í vinnslu. Það má segja að Keflavíkurflugvöllur sé í rauninni komið þaðan. Það var unnið allt efnið úr þessari námu fyrir Keflavíkurflugvöll. Svæðið er allt raskað. Fjallið er raskað, það er í rauninni bara hálft eftir og það var svona megin ástæðan fyrir því að bæði skipulags- og umhverfisnefnd og skipulagsnefnd gerðu ekki athugasemdir við þetta. Það er að svæðið er mjög ljótt og matsáætlunin fylgir í rauninni líka frágangsáætlun. Og þá er í rauninni verið að ganga frá námunni þannig að hún sé ekki bara hips haps eins og hún er í dag. Mjög mikið efni sem á að vinna úr þessu, ég man ekki eins og töluna, þetta voru fleiri miljón rúmmetrar. Og eins og segið, það hefur verið hefð fyrir að vinna þarna áður og ástæðan fyrir því að við höfum ekki gert athugasemd við þetta er að svæðið sjálft er allt mjög raskað. Og þetta er sem sagt í síðasta skipt sem við fáum þessa áætlun inn á borð til okkar. Hún fer svo til Skipulagsstofnunar og þar eru unnið úr athugasemdum bæði umhverfisnefndar, umhverfisstofnunar og svo okkar og af verður mat á umhverfisáhrifum sem fylgir þá niðurstaða Skipulagsstofnunar sem að við munum þá bera gaum þegar að því kemur. Hvernig framkvæmdaleyfinu fyrir námuna verður þá háttað. Það er hluti af náminu sem er ekki að fara í mat, sem að ég þyrfti þá að kalla á eftir að færi í mat, samhliða þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Það er augljóst að það er ekki bæði sleppt og haldið í svona, einhvers staðar þarf efni að koma, en orðið er laust. Ef einhver vill taka til máls Stapafellsnámuna, gjörðu svo vel, Palli Jói. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er eins og Kristi Barja segir, það er ekki bæði sleppt og haldið. Ef við ætlum að byggja eitthvað upp hérna á Reykjanesi, þá þurfum við eitthvað til þess. Þó að sé sárt að horfa eftir Stapafellinu hverfa. En við verðum að hugga okkur við það að það fer í gott málefni og að byggja þarna upp flugvöllinn meðal annars. Og því held ég að það sé nú sko lítið annað að gera en að leyfa þeim bara að klára þetta. Það hefur nú, maður spyr sig svo bara hvert verður farið þegar þessar námur tæmast. Ekki má snerta ósnert hraun. Ég veit ekki hvar við verðum við Grindvíkingar þá ef það verður nú alveg skellt á það. Þannig að ég held að aðalmálið sé og við þurfum bara að leggja áherslu á og standa vaktinni er frágangurinn á námunni. Við höfum nú slæma reynslu af svoleiðis málum. Þannig að ég treysti því bara að það verði haft að leiðarljósi og okkar menn standi vaktina í það að frágangurinn verði til fyrirmyndar. Þannig að þetta verði ekki svöðusár hérna til eilífðar. Þannig að það er bara ég bara vil ítreka það að Ármann að það verði passað upp á það eins og mögulegt er. Takk. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Fleiri sem vilja kveða sér ljós eða ræða málefni Stapafellsnámu. Ef ekki þá er í rauninni okkar, það væntanlega að vísa í fyrri umsögn, ekki rétt, sem er að skipulagsnefnd, hún tók þetta erindi fyrir 21. nóvember síðastliðinn og taldi þá að afmarka þyrfti raska svæði með hnitsettum uppdrætti. Einnig taldi nefndin að gera þyrfti grein fyrir árnastígnum svæðið og hvaða áhrif náman hefði á þessa gönguleið
og síðan yrði skilgreint hvernig og hvar efni sem gætu haft áhrif á vatnsgæði væru geymt. Ekki rétt. Þannig að þeir sem eru sammála þessu að vísa í þessa fyrri umsögn skipulagsnefndar rétt upp hönd, það er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin í 4. mál sem er umsókn byggingarleyfi á Austavegi 26B. Þetta eru smáhýsin við tjaldsvæðin. Þú ætlar að koma hingað aðeins og kynna málið, gjör svo vel, Ármann. Já, undanfarinn á þessu máli er sá að við auglýstum eftir áhugasömum aðilum til þess að koma að þessu verkefni og það bárust 2 tillögur og önnur tillagan vann og þeir eru það næsta skref er þá að gera ósk eftir byggingarleyfi sem þeir eru að gera núna og fyrir liggur líka að við erum að semja við um afnot af hluta af tjaldsvæðahúsinu. Þeir þurfa aðstöðu fyrir starfsmenn fyrir starfsleyfi sitt sem þeir fá frá heilbrigðiseftirlitinu. Það er verið að vinna í samning um það og samnýtingu bílastæða en það sem fyrir liggur á þessum fundi er umsókn byggingarleyfi og við erum þá að skoða að samþykkja byggingaráformin. Er að ræða 10 smáhýsi sem eru innan byggingaræts. Nálægt þessum smáhýsum eru skráðar minjar á aðalskipulaginu sem við þurfum að fylgjast með þegar farið verður í framkvæmdir ef það verður. Og já, í rauninni það sem við erum að samþykkja núna það sem liggur fyrir núna er að samþykkja byggingaráformin og ef þau eru samþykkt þá geta þeir farið að skila inn nánari teikningum til byggingarfulltrúa. Við erum ekki að samþykkja framkvæmdirnar strax eða þessi farið á staði þær. Við erum að samþykkja byggingaráformin og þá skila þeir svo inn nánari uppdráttum og gengi verður frá byggingarleyfinu. Byggingarfulltrúi gengur frá byggingarleyfinu endanlega. Já, gjör svo vel. Er þetta þessar byggingar innan byggingareits, innan deiliskipulagi? Já. Það er klárt. Það eru það, já. Og byggingareiturinn byggingareitur samkvæmt deiliskipulagi er ekki hnitsettur. Hann er afmarkaður á uppdrætti og hann er svo hnitsettur í lóðablaðinu sem við gefum út. Skiljið? Þannig að sumum hverfum eins og norðurhópinu, þar er búið að hnitsetta uppdrættina í öllum lóðablöðunum og þá eru þeir nákvæmir. Þannig að byggingareitur sem slíkur í deiliskipulagi sem er á uppdrætti, hann er ekki nákvæmur. Hún skeikar aðeins. Og svo gefum við út mælablað og þar er nákvæma GPS hnitsetningin á byggingareitin. Svaraði þetta spurningunni, Guðmundur? Fleiri? Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Fundarmenn vilja koma og ég veit að og það stendur til að fá þessi hús bara í júlí held ég. Þannig að vonandi verður þetta eitthvað sem bara gengur upp. En þá er það fundarins að samþekkja þessi áform, byggingaráform, að þau verði samþykkt og síðan verður byggingarleyfi gefið út þegar skilyrði kafla 2.4 byggingarreglugerðar verður gefið út. Erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu? Þeir sem eru sammála þessum byggingaráformum rétt upp hönd, þau eru samþykkt samhljóða. Og þá er það umsóknir lóðir. Það er bara barist lóðirnar, en það er umsóknir lóðir, 3 lóðir. Viltu fara yfir þetta mál, Ármann? Gjör svo vel. Já, þau undir og stórmerki gerðist á síðasta skipulagsnefndarfundi að það var setið þessar lóðir. Það voru 3 aðilar sem sóttu þessar 3 lóðir. Þetta eru fjölbýlishúsalóðir. Í skipulagi erum við að tala byggingareit. Lóðin er 1600 fermetrar og
Nýtingarhlutfallið er 0,8 sem gerir þá heildargrunnflöt 1300 fermetra á hús. 2-3 hæðum, segir skipulagið. Það er eiginlega engar nánari skilgreiningar á því. Ég hef reynt að hvetja þessa menn til samstarfs ef að menn eru að vinna svona saman að reyna að samræma hönnunina sína. En það er kannski svolítið smá út úr. Skipulagsnefnd leggur til við þessar aðstæður að hverjum og einum verið úthlutuð ein lóð af þessum 3 og það verið dregið, mér verið falið að boða þau á fund og það verið dregið milli hver fær hvaða lóð og menn geta þá skipt lóðum á milli, fá þá þar glugga til þess að skipta lóðum á milli ef við vilja. Það er svo sem ekkert meira þetta að segja, gatan er komin, þetta er malavegurinn sem er nyrstur í norðurhópinu, það eru komin ljósastörur og malavegur, þetta er baku íbúðalánasjóðshúsin eins og ég kallaði þau sem eru með svona trappsutakk. Nei, svo er annað sko, það er nefnilega í deiliskipulaginu sjálfu þá er gerð grein fyrir Suðurstrandarveginum en deiliskipulagið kom á undan síðasta alskipulagi og þar var bætt við einu hverfi viðbót áður en að Suðurstrandarveginum kemur. Nei, heilu hverfi sko. Þannig að í rauninni erum við bara ennþá svolítið frá Suðurstrandarveginum. Þetta eru bara deiliskipulagið var unnið á grundvelli alskipulags 2000 til 2020, já, aðalskipulaginu sem var á undan aðalskipulaginu sem við vorum með síðast, þannig að þar síðasta aðalskipulagi. Og þetta eru þá, já, Norðurhóp 62, 64 og 66. Og það er svo erum við bara, með þessu eru þetta bara síðustu lóðirnar í þessari hverfi sem við munum deila út sko og þá þurfum við bara að fara að horfa í næstu götu í þessu hverfi. Það er annað mál en hún er í hönnun núna og ég á vona því að svona á vormánuðum að við getum farið að skoða það og úthluta fleiri lóðum, sé áhugi fyrir því og sé þá niðurstaðan sé það samþykki skipulagsnefnd og bæjarstjórn það að fara í fleiri götur. Þær eru þá hér og kallaðar Víkurhóp. Þær eru mjög svipaðar þessum, þetta eru parhúsa og raðhúsalóðir og efst eru fjölbýlishús. Þetta eru þá 5. fjölbýlishúsalóðirnar sem eru að fara út núna á síðastliðnum 3 vikum. Það er síður á tæknideildinni. Það er nóg að gera. Já, það er bingo. Þéttbýlisdráttur. Skrolla niður, þetta er Svartsengi. Sko. Þetta er þá Víkurhópur sem ég var að tala um áðan. Snöggurvi. Og í aðalskipulaginu líka er hægt að glöggva sig á því. Nei, það er alltaf út í mynd, já. Er hægt að glöggva sig líka á því hvað hvert og eitt hverfi er áætlað að það taki mikið af fólki. Það er svona með ákveðnum skekkjumörkum. Og þá erum við að tala um þetta frá 2 upp í 400 sem að hver reitur geti verið að taka. Ég ræddi það óformlega á fundi skipulagsnefndar hvaða hverfi við ættum að fara að skipuleggja næst. Og þá var lagt til að það er þá þetta hverfi. Þetta er eitthvað sem ég þyrfti bara að taka fyrir formlega. En eins og ég segi, hverfið er þá bara búið. Það er það síðustu lóðirnar sem fara út. Og skipulagsnefnd fannst þetta svona mesta jafnræðisreglan, eða sem næst jafnræðisreglunni að 3 sækjum lóð þá hver og einn fái eina lóð fyrir sig í staðinn fyrir hver og einn sótti um 3 lóðir, alla lóðirnar. Í staðinn fyrir að setja þá eggin í öll í eina körfu þá litum við svona til jafnræðisreglunar í þessu. Takk fyrir þetta, Ármann.
Þetta er mjög upplýsandi því að það er mikið búið að ræða lóðaframboð og hvernig íbúðir vantar. Það er einmitt þetta fjölbýlishús, raðhúsa og parhúsalóðir og ég get verið sammála þessari niðurstöðu nefndarinnar að það sé sanngjarnt að deila þessu út með þessum hætti en bendir jafnframt á, eða það er augljóst liggur í augum uppi að það þarf kannski að þá að fara að búa til fleiri lóðir þannig að hægt sé að og við erum alltaf búin að gera ráð fyrir því hvar næstu hverfi að byggjast upp þannig að hér er mikill vöxtur. Palli og gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er ekki annað hægt en að fagna þessum áhuga sem að þessum lóðum er sýnt. Þannig að mér langaði svona að spyrja Ármann að því kannski hvort það sé búið að nefna þessa hugmynd við þessa aðila. Þannig að hvort það sé líklegt að þeir sætti sig við að fá bara eina af 3 lóðum. Þannig að það sé ekki, þannig að hvort að það sé þannig þá að það sé kannski ekki verið að horfa í einhverjar, eða ráði úrslitum einhver hagkvæmni að byggja 3 blokkir í beit. Þannig að kannski svona aðeins fá svar við því, en já, eins og fram hefur komið, þá er þetta náttúrulega mjög jákvætt og við hrópum húrra yfir því náttúrulega að þessar lóðir fjúki út og heilu hverfin og þurfum að fara að framkvæma og gera ný hverfi klár, en þetta er ekki bara tekjur í kassan, þetta kostar líka útgjöld og mér dettur í hug núna þegar eykst svona framboðið á tiltölulega stuttum tíma og miklu hraða kannski heldur en spár hefur gert ráð fyrir að þessar svona minni íbúðir fyrir yngra fólkið sem að flykkist þá í bæinn því þetta kemur væntanlega annar staðar að, fjölgunin verður mikil. Og þess vegna spyr ég svona og velti svona bara til umhugsunar hvort við þurfum ekki að endurskoða okkar stefnu í skólamálum, leikskólamálum og grunnskólanum. Hvort við getum ennþá bara staðið á því að ætla bara að færa inn á útistofu árið 2019. Þannig að það er nú að skapast neðar ástand sýnist mér í þessum skólamálum fyrir bæði leikskóla og grunnskóla. Þannig að ég svona bara lauma því að ykkur bara hvort við þurfum ekki eitthvað að bretta upp ermarnar í þeim málum. Það dugar ekki bara að reisa íþróttahús á bæði borð. Við þurfum grunnþjónustuna, við verðum að standa okkur í grunnþjónustunni, að byggja upp inn viðina. Þannig að ég bara legg það til að við setjum það mál í gang bara að endurskoða þessi skólamál hjá okkur og látum það ekki spyrjast okkur að metnaður sé ekki meiri en sá að færa eina útistofu árið 2019. Já, Páll, ég sendi umsækjendum línu eftir skipulagsnefndarfundinn og þeir tóku þetta bara vel í sátt og voru bara sáttir með þetta og hlökkuðu til að fara í dráttinn. Það var ekki spurning í þessu seinna en kannski bara tek undir að fjölgun íbúða fylgja innviðir. Takk fyrir þetta svar. Ég bara minni fundamenn á að kannski halda sig við efni fundarins, það sem við erum að ræða núna lóðúthlutun. En orðið er áfram laust. Ef ekki vilja fleiri taka til máls varðandi þessa lóðaúthlutun í norðurhópi 62, 64, 66, að þá ætla ég að bera það undir fundinn að farið verði að tillögu nefndarinnar að þessum aðilum verði boðin dregið verði hver fær hvaða lóð. Þeir sem eru sammála því rétt upp hönd, það er samþykkt samhliða.
Þá erum við komin í mál 6 sem er óskum loka úttekt að Staðarver 4. Þú ert hér ennþá með okkur, Ármann, og ætlar að koma aðeins og gera örstutt grein fyrir þessu máli, eða hvað? Já, ég ætla að reyna að reifa málið svona kannski bara almennt í staðinn fyrir að vera að fara alveg ofan í dítila. Ég held að það sé best. En sem sagt, forsaga málsins er sú að umrætt hús var Staðarver 4 var að fara í framkvæmdir á húsinu og það var fært niður á byggingastig, gott að það var ekki 4, en það var aldrei gert formlega hins vegar. Það var sótt byggingaleyfi og það var ekki skilað inn öllum teikningum. Framkvæmdir fara á stað og núna er liggur fyrir óskum lokaúttekt, en samkvæmt reglugerðinni og mannvirkjalögum þá förum við. Þá þarf ákveðin gögn til þess að framkvæma lokaúttekt. Það er ekki hægt að taka út mannvirki þar sem að vantar til dæmis teikningar á lögnum eða rafmagni. Þá er rauninni ekkert til að samræma úttektina við, svo þetta til. Skipulagsnefnd bókaði á þann hátt að þau bentu á það að byggingarfulltrúi mun fara í lokaúttekt þegar að teikningarnar liggja fyrir. Og þær liggja ekki fyrir. Og þetta er í rauninni einfalt mál fyrir mig og byggingarfulltrúann. Það er bara þannig að við förum ekki í úttektir nema að liggi fyrir samþykktar staðfestar teikningar fyrir. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust ef ykkur vil taka til máls. Ef ekki, þá er svo ég lesi nú upp bókunina eða það sem er undir afgreiðslunni, eða erindi frá eigendum Staðarver 4, það fylgir greinagerð ásamt svörin frá Mannvirkjastofnun vegna þessa máls. Eins og Ármann kom inn á þá mun Mannvirkjastofnun ekki aðhafast meira í þessu máli, en eins og kemur fram líka, það sem að Ármann sagði er að þetta er skráð á byggingarstigi 7 þrátt fyrir að lokaúttekt hafi ekki farið fram. Það er verið að fara fram á að bærinn gerir lokaúttekt á þessu, en það þarf teikningar. Þannig að skipulagsnefnd hún bendir á að hann muni fara í þessa lokaúttekt byggingafulltrúi þegar þessu fullnægjandi teikningum hefur verið skilað inn til byggingafulltrúa. Þannig að þá liggur það fyrir fundunum að afgreiða afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem eru sammála afgreiðslu Má ég spyrja þetta? Umhverfisval. Til að komast á byggingastig 7, þá þarf það að vera búin að skila inn gögnum, er það ekki? Það er ekki áður en fyrir lokað, það er áður en hún fer á byggingastig 7. Þetta mál er kannski svolítið öðruvísi þar sem að húsið var fyrir framkvæmdir á byggingarstigi 7 og svo er farið í framkvæmdir og það var ekki fært niður á byggingarstigi 2 eða 4. Þannig að undir venjulegum kringumstæðum, ef þú sækir byggingarleyfi, þá færir aldrei að komast lengra heldur en á byggingarstig, fengir í rauninni ekki að komast neitt áfram á neitt byggingarstig nema að liggi fyrir staðfestar teikningar og samþykktar. En í þessu tilfelli þá hefur það bara ekki verið, það hefur ekki verið skilað inn öllum teikningunum. Og það kannski liggur ágreiningurinn. En til þess að komast á nokkuð byggingarstig undir venjulegum kringumstæðum þá þarftu staðfestar teikningar og byggingarleyfi byggingarfulltrúa. Fleiri sem vilja taka til máls áður en við göngum til atkvæðagreiðslu málið. Það er sem sagt, ég ætla að bera undir það að þeir sem eru samþykkir því að staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða að staðfesta þessa afgreiðslu. Og þá er það næsta mál sem er svo mikið sem mál 7. Það er breyting á aðalskipulagi, þetta er miðbærinn. Þetta er búið að vera lengi í pípunum hjá okkur og ég ætla að bjóða þér aftur að koma hér upp og gera örstutt grein fyrir þessu máli. Já,
Síðast tókum við fyrir deiliskipulagið. Deiliskipulagin eru mun ítarlegri heldur en aðalskipulagsbreytingarnar. Í þessu máli var ég að bíða eftir svari Skipulagsstofnunar og ég fengi það svar núna og þau hafa sem sagt gert okkur að auglýsa líka aðalskipulagið upp á nýtt. Þannig að ég er að fylgja því eftir með því að taka fyrir aðalskipulagsbreytinguna. Þið eigið að kannast málið, þetta snýst miðbæjarsvæðið okkar og þá Víkurbrautina niður á Hafnargötu, nei niður á Ránargötu, segi ég. Og á svæðinu er verið að auka byggingamagn 6.000, rúmlega 6.000 fermetra, bæði verslun og þjónustu og íbúðarhúsnæði. Töluvert mikið af byggingareitum, viðbyggingum og nýjum lóðum líka, ekki veitir af. En þetta mál er búið að vera í vinnslu síðan 2010 eins og áður kom fram, 2011 eins og áður kom fram og við erum að endurauglýsa vegna formgalla sín tíma og ég mun þá lengja athugasemdafrest vegna deiliskipulagsins sem er í vinnslu í samræmi við auglýsingatíma aðalskipulagsbreytingarinnar. En það hefur ekkert breyst síðan síðast nema bara það að ég fékk svar frá Skipulagsstofnun. Ég var að vonast eftir því að sleppa við auglýsinguna upp á nýtt en ég verði að gera það. Takk fyrir þetta Ármann. Orðið er laust. Gjörðu svo vel Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ein spurning. Þarf ekki að samþykkja aðalskipulag fyrst og síðan deiliskipulag? Það eru tvær leiðir til þess að auglýsa deiliskipulag og aðalskipulag saman. Það er þá annarkvort aðalskipulagið á undan og þá þarf að klára allt aðalskipulagsferlið, fá það samþykkt og staðfest í B-deild og svo máttu byrja á deiliskipulaginu eða gera það samhliða. Og það sem ég ætla mér í þessu tilfelli er að gera það samhliða með því að framlengja athugasemdafrest deiliskipulagsins til samræmis við athugasemdafrest aðalskipulagsins. Þannig að í þessu tilfelli myndum við vera að gera það samhliða. Já, samhliða. Annarkvort samhliða eða þá deiliskipulagið eftir aðalskipulaginu. Það er alveg rétt sem þú segir, við tókum fyrir deiliskipulagið síðast en með því að lengja athugasemdafrestinn þá til samræmis við aðalskipulagið. Við myndum aldrei með að taka fyrir deiliskipulag fyrst, auglýsa það og fara svo að gera breytinguna. Ég vona að þetta hafi svarað. Takk fyrir þetta Ármann. Orðið er laust. Við hittum nú skipulagsnefndina og fórum aðeins yfir þetta. Það var mjög gott og þetta er glæsilegt skipulag, kannski ágreiningur örfá hluti en það verður gott að setja þetta í auglýsingu þannig að við getum þá fengið bara þær athugasemdir sem að íbúar kunna hafa þetta miðbæjarskipulag. Þannig ég fyrir mitt leyti er mjög hlynnt því að við auglýsum þetta og sjáum svo bara hvað kemur út úr því. Ef ekki fleiri vilja taka til máls þá ætla ég bara að bera þetta undir fundinn að við ætlum þá að samþykkja þessa tillögu að breytingu. Þetta eru komið góð 6 ár síðan við byrjuðum en það er gott að taka sér tími þegar við erum að skipuleggja til framtíðar. Þeir sem eru sammála því að samþykkja þessa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkur þannig að við getum farið í þessa deiliskipulagningu fyrir miðbæjarsvæðið líka. Rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá kemur inn málið sem var tekið inn með afbrigðum sem er valdandi deiliskipulag hjá Gunnukver, sem lýsingu að deiliskipulagi til að samþykkja í auglýsingu, ekki rétt hjá mér. Þú ætlar að koma kannski aðeins og segja okkur frá því. Gjörðu svo vel. Já, forsaga þessa máls er svo að Reykjanes Geopark hefur fengið styrk til þess að vinna deiliskipulag fyrir svæðið og eins fyrir framkvæmdir á svæðinu árið 2017. Þannig að þetta er svona í beinu framhaldi af Brimketils framkvæmdarum. Við vonum nú að þetta gangi fljótar fyrir sig.
Það eru náttúrulega pallar á svæðinu fyrir, þannig að við gerum ráð fyrir því að kannski að lappa upp á þá aðeins og gera fleiri göngustíga og fleira. En það sem við erum að taka fyrir núna er sem sagt undanfarið deiliskipulags. Við byrjum á því í skipulagsferlinu að taka saman lýsingu á verkefninu sem lýsir því hvað við erum að fara að gera, hvar við erum að fara að skipuleggja og á hvaða tímaramma og sem sagt hvaða umsagnaraðilar við ætlum að leita til. Við verðum alltaf að sækja umsögn til skipulagsstofnunar og svo umhverfisstofnunar. Þannig að ef það eru tillögur af fleiri stofnunum til þess að fá umsögn hjá, þá er það bara vel þegið. Uppdrátturinn sýnir í rauninni bara svæðið eins og það er og það er farið yfir í greinargerðinni hvað við ætlum okkur að gera við svæðið, hvernig við ætlum að skipuleggja og með hvaða hætti og á hvaða tímaramma. Þetta er undanfarinn og hann þarf að kynna áður en að við tökum fyrir þá deiliskipulagið. Við stefnum að því að ná því fyrir næsta fund vonandi og já, þetta er þá vinna sem er þá greidd í gegnum styrkinn frá ferðamannasjóði, eða ekki? Já. Ekkert fleira en það. Billy, nema þessu spurningar. Takk fyrir þetta, Ármann. Bara frábært að fá þessa styrki á svæði og mikilvægt fyrir innviðauppbygginguna í öllum þessum vexti, það er að segja ferðaþjónustunni og því. En orðið er laust ef einhver vill ræða þennan undanfara að deiliskipulagi Gunnukvæðssvæðisins. Ef ekki, að þá ætla ég að bera það upp í fundin að við samþykjum sem sagt að deiliskipulagsauglýsingin, við erum að samþykja deiliskipulagsauglýsinguna. Þeir sem eru sammála henni rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er bara ótrúlegt en satt skipulagsmálunum bara lokið. Takk fyrir samveruna, Ármann. Það er ekki setið auðum höndum á skipulagssviði Grindavíkurbæjar. Ég er að hugsa, vil ég taka, eigum við að klára málið og taka fundarhlið á milli bara þegar útsendingunni lýkur. Ok, þá er það 9. mál sem er starfslok skólastjóra. Hér er erindi frá sviðsstjóra félagsþjónustu og fræðslusviði sem er að óska eftir viðauka af fjárhæð 1 milljón til að standa straum af ráðningarferli á nýjum skólastjóra Grunnskóla Grindavíkur. Það tilkynntist núna ekki fyrir svo löngu að Halldóra Magnúsdóttir, skólastjórinn í grunnskólanum, er komin á svokallega 95 ára reglu, þannig að hún ætlar að láta af störfum, skilur sátt og ætlar að skilja sátt, en það þarf að ráða nýjan skólastjóra og það ferli, það kostar fjármuni og við í bæjarráði höfum tekið þetta fyrir og leggjum það til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun þessa árs á upphæð 1 milljón sem að verður tekið af handbæri fé. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir því. Jón, manstu, er ennþá fresturinn í gangi á nýjum skólastjóra, vitið það? Er runnin út? 7. apríl. Orðið er laust. Já, hún er ekki á vefsíðinni. Ok. Ok. Já, flott. Hafa hana sem aðgengilegasta. Ef enginn vill koma og taka til máls undir þessum liða, þá ætla ég bara óska eftir, eða bera það undir við fundin að samþykkja þennan viðauka við fjárhagsáætlun að upphæð 1 milljón, þeir sem eru sammála honum eða því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Og þá er það 10. mál sem áður var 9. mál, fjárhagsaðstoð. Hér er félagsmálanefnd að leggja til hækkun á framfærslunni á fjárhagsaðstoð frá 1. mars og það er lagt til að hún hækki í 135.000. Með gögnunum fylgir tafla
sem sýnir í rauninni okkur í samanburði við önnur sveitarfélög og þá má alveg segja að hún er ekkert úr hófi fram þessi greiðsla. En orðið er laust. Þá ætla ég að bera það upp við fundinn að samþykkja þessa tillögu fyrst félagsmálanefndar og síðan bæjarráð sem hefur líka tekið þennan lið til umfjöllunar. Þeir sem eru sammála þessari breytingu að hækka framfærsluna varðandi fjárhagsaðstoð rétt bönd. Það er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin í 11. mál sem er síðasta máli áður en við ljúkum útsendingu á fundinum og það er mál sem hefur nú komið áður til umfjöllunar hjá bæjarstjórn en það er starfsmannastefna Grindavíkurbæjar. Hér er breytingartillaga frá vinnuverndarnefnd sem er skipuð fulltrúum frá nokkrum helstu stofnunum bæjarins og þau eru að leggja til breytingu á heilsustyrk og það er lagt til að 9. töluliður orðist svo: kaupa á íþróttabúnaði til eigin nota. Þetta mál var mikið í umræðunni og við ræddum þetta mikið síðast þegar við fórum yfir þetta af því að við vildum undanskilja þarna fatna og skó frá þessari upphæð. En bæjarráðið er búin að taka þetta fyrir búið og vísar hérna til umfjöllunar en henni er vísað hingað til afgreiðslu, þannig að orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls, gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara þannig að ég fari stuttlega yfir það og þá hefur ekkert breyst hjá mér frá því síðast sem við fjölluðum þetta mál. Einfaldasta og aðgengilegasta, ódýrasta heilsuræktin sem fólk hefur aðgangar eða að fara út að labba eða út að hlaupa, að gera eitthvað í sínu nánasta umhverfi og nógu nú að fallegu umhverfi og gönguleiðum hérna í kring og því finnst mér bara sjálfsagt að hafa allan búnað, hvort sem er skór eða jakki, göngubuxur, inn í þessum heilsustyrk. Þetta er kjarabót fyrir starfsmenn okkar og ég er bara glöð að útvíkka þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Eins og ég kom inn á áðan, þá er þetta nú svo sem ekki eitthvað sem er sprottu upp hérna innan okkar. Þetta er vinnuverndar nefndin sem að óskar eftir þessari breytingu. Ég var nú ekki alveg hlynnt þessu þegar ég tók þetta fyrir, eða ræddi málið í desember í hittifyrra, örugglega, frekar heldur en í fyrra. En við erum á þannig tímum núna að bráðum fyrir að verða hérna samkeppni gott starfsfólk og ég held að þetta sé leið. Það eru sannarlega ekki allir að nýta þessa styrki. Einhverjir segja að kom ekki bara og gefið fólki hérna þessa upphæð í staðinn, en ég held að þetta sé bara ágætis útfærsla að það eru kannski ekki allir að fara að versla sér róðravélar. En orðið er laust ef fleiri vilja taka til máls, gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nefnilega ekki nema liðið rétt rúmlega ár sem við tókum þetta fyrir síðast. Og ég get ekki séð að koma einhver ný gögn til þess að breyta ákvörðu bæjarstjórnar frá því fyrir rúmu ári. Þegar verið að koma með nefnd sama málið trekk í trekk til bæjarstjórnar til þess að fá það að lokum samþykkt finnst mér ekki eiga við með svona stuttu millibili. Eins og Kristín Marja sagði þá er ekki langt síðan þessi var hafnað þessum atriði og það hefur sjálfsagt ekkert breyst. Í þessari stefnu þá er talað að greiða 25.000 krónur til heilsueflingar og ég er mjög hlynntur því. Svo er alltaf spurning hversu mikið á að teygja þetta. Á að teygja þetta jafnvel alveg út í það að senda bara öllum kaupauka upp á þessa upphæð að nota þetta í heilsustyrk.
samkeppni starfsfólk sjálfsögðu felst best í því að borga góð laun. Það alveg sér stefnut fyrir sig. En svarandi þetta atriði þá skoðun mín svo sama og var síðast. Ég hef ekki séð nein rök fyrir því að breyta ákvörðun bæjarstjórnar og ennþá andvígur í að breyta þessu í þessu tilfelli. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Jú, borga góð laun, það alveg rétt, en svo eru í gildi kjarasamningar, þannig að það nú ekkert svo auðvelt að fara að hækka launin. En hér ein leið sem hægt að fara og ég viðurkenni það að ég var sammála því að hafa þetta ekki inni á þeim tíma sem við tókum þetta síðast fyrir, sem komið hvar ár síðan, rúmt 1,5 ár. Ég líti ekki svo á að það sé verið að reyna að koma eins oft og mögulegt með þessa tillögu þangað til hún samþykkt, en það eru kannski ekki allir sem eru á hjóla eða eru að fara í ræktina eða hvað. En ég vil líka bara trúa því að fólk sé að nýta þetta í eitthvað sem getur nýst til heilsueflingar. Þannig að, og það er eitt af því sem getur gerst, að við getum skipt skoðun. En orðið áfram laust. Gjör svo vel, Hjalli. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hef ekki skipt skoðun, við tókust á þetta mál og ég fagna því að fólk, þetta eru hreyfisamningar, þá verður þú að leggja eitthvað að mörkum og þá kemur bæri með greiðslu á móti og ég fagna því. Ég ætla ekki að harðtogast það hvernig menn munu nýta styrkin eða annað, en ef þetta á að vera þá segi ég, af hverju greiðið þá ekki bara öllum starfsmann? Ef við fara að harðtoga þetta, ef að skór og búnaður og hitt, við erum bara að taka ægilega langa umræðum þetta. Í þessu formi ég andvígur þessu og ég mun ekki samþykkja þetta, en það svo sem bara mín skoðun. En ég fagna því að fólk vilji náttúrulega hreyfa sig og gera og við gerum og ég var mjög ánægður og ég var fljótur að samþykkja hækkun á þessum lið á síðasta árið. Þá tekið úr 20.000 í 25 og mæta fólki enn frekar því að það kostnaðarsamt því að hafi séð listan sem þetta telur yfir. Það ansi margt í boði. Það golf, það eru hestaíþróttir, það júdó, það eru á morgnana hjá honum Helga Jónas, það óteljandi í boði. Það eru sundkortin okkar og síðan erum við náttúrulega að fara að reisa nýtt íþróttahús og þá koma blagtímar og fleira og ég sá þetta fyrir mig svona, en þetta eitthvað misjafnt hvernig við sjáum þetta og ég bara ennþá á bara gömlu skoðunni að ég vil endilega hvetja alla til að hreyfa sig og taka þátt í styrk á því, en mér finnst þessi styrku vera komin út fyrir. En eins og ég segi áður, ég greiði þessu ekki atkvæði, en það verður bara komið ljós hvernig það fer. Takk fyrir þetta, Hjalli, og Ásún, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Herra, ég ætla nú bara varðandi tíman, þar sem við tölum að nefndin hafi komið með þessa tillögu fyrir rúmu árið síðan, þá finnst mér þetta bara jákvætt. Ég held að það bara ótrúlega margt breyst á þessu 1,5 ári og mér finnst bara þetta fólk vera með bara puttana á púlsinum og við viljum, þetta bara heilsuefling, við viljum styrkja starfsfólkið okkar í því og þetta mér finnst líka eins og að tala fjölbreytnina, þú veist, þá held ég eins og Hjalli nefnir júdó, ég sé nú ekki marga kannski starfsmenn Grindavíkurbæjar nýta sér það, en það var líka talað um laun. Ég hef heyrt bara og lesið rannsóknir varðandi bara starfsanda og ýmislegt því tengdu, að þá skipta launin í rauninni ekki mestu máli. Það eru svona hlutir eins og þessi sem við erum að tala um núna. Og mér finnst bara eins og við erum að tala um í takti tíðarandan. Þú veist, þessi 9. liður náttúrulega bara, þú
Þú veist, við erum að tala um sko þrekhjól, hlaupabretti, róðravél og eitthvað sambaralegt. Ég vil mikið frekar sjá fólki, bara starfsfólki okkar sýnilegt hérna í umhverfinu í þannig heilsueflingu. Og við styðjum þetta alveg klárlega við Framsóknarmenn. Takk fyrir þetta, Ásrún. Fleiri hafa ekki óskað, gjörðu svo vel, Jóna Rut. Forseti aðri bæjarfulltrúar. Já, ég man alveg eftir þessu umræðu fyrir 1,5 ári síðan og þá vorum við mikið að velta þessu fyrir okkur og komumst einmitt að þeirri niðurstöðu að taka út fatnaðinn og skóinn, skóna. Sérstaklega þar sem að, hvernig skilgreinum við fatnað til, ég meina, erum við að fara að sækjast eftir kvittunum frá fólki, er fólk bara að fara að geta notað 25 krónur til þess að geta keypt sér, þetta bara svona, mér finnst bara svona, já, við vorum að tala þetta því þetta svona svolítið fatnaði til líkamsræktar getur verið mjög fjölbreyttur og fólk getur skilgreint það á fjölbreyttan hátt og þannig að þess vegna endur við á því að nota þetta bara með búnaðinn og tókum út fatnaðinn og skóna og mörg fyrirtæki eru með svona styrki og ég hef ekki heyrt kannski mörg sem eru styrkja starfsmenn sína á þennan hátt að fólk getur bara keypt sér skó og föt en það eru maður veit mörg fyrirtæki sem styrkja og verkefælisfélög styrkja fólk í að kaupa kortin og margir eru með að kaupa gólfkort og svona þannig að mér finnst við vera að gera rosa vel með starfsfólki okkar 25 ári og það er langt upp í áskorti í líkamsræktina eða upp í, ég veit að mjög margir nota þetta gólfklúbbinn og sem er alltaf að hugsa sko hvar eigum við að setja mörkin ég meina verður já ég veit ekki já ég er rosa beggjablans með þetta núna mér finnst bara eins og Guðmundur segir að taka mála aftur upp rúma ári seinna aftur þar sem við komumst bara fínni niðurstöðu en ég já ég er mjög hugsi yfir þessu. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Ég hef sett sjálfa mig aðeins á mælendaskrá. Viljum við ekki að fólk noti þennan styrk? Viljum við ekki að hann er í boði og er það ekki frekar vonin okkar að fólk nýti sér það sem er hægt að nýta? Ég ætla bara að leggja traust mitt á það að fólkið bara noti þetta til heilsueflingar og kaupi sér þá íþróttaföt eða skó. Hverju svo sem það kýs að vera í þegar það hreyfir sig síðan. En ég er ekki að gera, ég bara trúi því ekki að fólk sé að fara að koma hérna með einhverjar kvittanir úr Söru eða nema þeir séu náttúrulega að fara til að selja íþróttaskó. En ég tek undir það sem Ásrún sagði hérna áðan og það skiptir líka máli umhverfið og það hvernig við ég vil að við treystum bara starfsfólkinu okkar til þess að koma og nýta þetta í það sem að stendur að eiga að nýta þetta í, eitthvað til heilsueflingar. En við getum náttúrulega farið og 1 tíma í það að skilgreina út og suður alveg eins og við getum setið og skilgreint þessi tæki sem fólk væri mögulega að kaupa sér út og suður hvort að það sé eitthvað sem að sé sérstaklega ætlað til heilsueflingar eða hvað. En ég hef skipt skoðun í þessu máli því ég bara ég veit að það skipti máli að fólk geti nýtt sér þetta ekki endilega inn í íþróttahúsinu eða inn í leikfimisölunum, heldur líka bara úti í náttúrunni. Þannig að ég mun greiða atkvæði með því sem að vinnuverndarnefndin er að leggja til. En orðið er laust. Gjör svo vel, Palli Jói. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara segja eins og ég veit eiginlega ekki, skil ekki alveg, átta mig ekki alveg á því hvað fulltrúar Sjálfstæðisflokksins er að meina.
Ég velti fyrir mér, það var ekki meira traust til starfsfólks bæjarins en það að það heldur að þeir treystaði mikið til þess að nota hann styrk til þess að kaupa útivistar föt eða gönguskó. Eða hvort þeim finnst það bara ekkert vera neitt sport að fara í göngutúra og stunda það sport. Við seljum okkur, við erum að selja okkur Grindavíkurbær, sem útivistar paradís. Við erum að skipuleggja göngustíga, við erum að leggja göngustíga og hjólreiðastíga. Alla trissur og hvetja fólk til þess að nota þessa stíga til þess að njóta náttúrunnar. Við erum að reyna að draga fólk til okkar. Á sama tíma erum við skilaboðin til okkar starfsfólks að það sé ekkert sport að fara út að ganga. Ég reyna að fara 4 sinnum í viku í leikfimisalinn og kaupi til þess kort. En ég þykki fullt af fólki sem gengur á Þorbjörnina hverjum einasta degi, sem að gengur í kring og kemur og kann ekki við að vera endalaust að puða í einhverju svita kófi með einhverju í svitalykt af næsta manni. Og ég bara virði það. Mér finnst það bara, ég tek ofan fyrir því fólki. Og gönguskór, þeir eru nú bara talsveit dýrir. Þannig að mér finnst þetta nú alveg bara eiginlega grátleg umræða. Það komi maður trekk í trekk og lýsi því yfir að það bara treystir ekki sínu fólki til þess að fara að kaupa gönguskó eða útivistarföt. Það kaupir ábyggilega pinna, háhælaða skó eða eitthvað annað. Mér finnst þetta eiginlega að vera neðan allar hellur. Ég bara styð þetta og við framsóknarmenn höfum nú talað mikið almennis íþróttir. Við erum komin með frábæra aðstöðu fyrir gönguhópa og bæjarbúar eru að nota þetta. Svo koma skilaboð að það er ekkert sport að fara og nota þessa göngustíga. Ég ætlaði nú ekki að tala undir þessu máli, en ég geta bara sagt ykkur það. Ég bara gæti ekki orða bundist. Þegar það kom heill stjórnmálaflokkur og ekki minnsti flokkurinn og treystir ekki sínu starfsfólki til þess að kaupa, til þess að nota þessa styrki rétt. Þannig að ég bara vona svo innilega að það verði þó allavega meiri hluti í þessari bæjarstjórn sem að treystir sínum starfsmönnum til þess að nota styrkina rétt og hvet fólk bara til þess að fara út að ganga. Takk fyrir þetta Palli Jái. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Voðalegu æsingur er þetta Ég var kannski þetta misskilur mig svolítið með þetta. Auðvitað er náttúrulega dýr búnaður að fara út að ganga og fara í, fólk náttúrulega að kaupa sér yfirhafnir og allt svoleiðis til þess. Og en ég bara var að hugsa Guðmundur og Hjálmar sögðu, okkur ekki það bara alveg að leggja 25.000 krónur árlega inn á starfsmenn bæjarins og þá bara geta gert það sem við viljum við henni penning, hvort sem við kaupum líka sartakort eða skó eða úlpu. Þá bara nýta allir sér þetta. Í staðinn fyrir að vera þá kannski að þurfa að vera að sækja þetta alltaf hér til starfsmann bæjarins, þú veist, með það er náttúrulega einn kostur sem að þeir töluðu þú veist, það er samt engin, ég sagði ekki hvað ég ætlaði að gera í þessu máli, ég bara var að tala við náttúrulega ræddum þetta mikið fyrir rúmu ári síðan og endum að þessari niðurstöðu. Þess vegna svona fór ég að velta fyrir mér, af hverju eru komin að þennan stað núna? Takk fyrir þetta Jóna Rut. Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti og geta bæjarstjórn. Það er svona
það er svona alveg eins og þetta hafi ekki, þú varst nú aðeins búin að útskýra þetta, Jóna Rut, það var líki máli okkar, við vildum þá bara borga öllum starfsmönnum, ekki vera að gera þetta eitthvað undir rós, en það er alveg á hreinu, Páll Jón, þú leggur mér ekkert orðið í munn að það er verið að tala um háhæla skó eða annað, að við vantreystum, það kom hvergi fram, það er þú að gefa í skinn, þú er bara eigað við þig, við höfum lýst, við vorum að vinna í þessu og þetta er mín skoðun og stefna. Þú getur ekki sagt að við vantreystum fólki varðandi þessa styrki og það eigi að gera það hitt eða þetta. Það er bara þín skoðun. Þú berð það ekkert á mig að við séum að hafa uppi þessa skoðun. En hún er hins vegar ekki, breytist ekki og ef það á að taka upp þessa stefnu, eigum við þá ekki að greiða bara öllum starfsmönnum bæjarins og kalla það hreyfistyrk. Ég skal taka það til umræðu. Það getur vel verið að sé einhver starfsmenn þar sem að kunni ekki á tölvur og kunni ekki að nýta sér eitt og annað, að þeir getur notað á. Þannig ég er alveg til viðræðu það ef að þarf að breyta þessu. Takk fyrir þetta, Hjalli. Hér eru skiptar skoðanir þennan styrk og útfærslu á honum. Jú, það er rétt, fólk þarf að sækja hann. Það þarf að bera sig eftir björginni hvað þetta varðar. Og mér finnst það í rauninni ekki þurfa að fara í það að greiða hverjum og einum 25.000 krónur sérstaklega. Við lítum á þetta sem hreyfistyrk. Og ég myndi vilja sjá það þannig bara. Palli, Jói, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kom nú ekki fram hér í máli Hjálmars hvort hann legði það að jöfnu, hvort honum finnst sanngjarnt að veita þeim hreyfistyrk sem fer hér út og gengur upp á Þorbjörn reglulega eða sá sem mætir hérna með mér í íþróttahúsið. Það væri kannski allt í lagi að heyra það, hvort hann legði það að jöfnu eða ekki. En þetta er svona hvatningarstyrkur. Ég er ekki sammála því að setja þetta bara flatt á og þetta séu laun og þá er þetta bara gleymt og grafið. Þetta er svona ákveðin hvatningarstyrkur. Við höfðum til samvisku fólks og treystum því bara að þeir sem ekki er að stunda einhverja líkamsrækt í hvaða formi sem hún er, úti að ganga eða hér í íþróttahúsum, að við veitum þeim styrk. Og við treystum þeim bara til þess að nota hann ef þeir sækja hann. En einhver flött tala, það er bara allt annað mál. Við erum svona að hvetja fólk til að hreyfa sig og til að halda heilsunni í lagi. Þannig að það er stórmunur á því hvort það er einhver flött kauphækkun eða svona einhver hvatning í þessu sem heitir þetta og ég treysti bara alveg fólki til þess að nota það rétt. Þannig að ég trúi því að það sé meiri hluti sem að treystir hérna inni, sem að treysti sínu starfsfólki. Takk fyrir þetta, Palli, Jói. Fannar vorum aðeins að kíkja hérna inn á VF ríkisskattstjóra varðandi skattafrádrátt af svona styrkjum og það þarf að sýna nótur fyrir þessu til þess að fá það undanþegið frá skattinum. Er ekki rétt farið með þetta hjá mér? En orðið er áfram laust. Ég ætlar að fá það undanþegið frá skattinum. Ef þetta á ekki að vera, ef það á ekki að dragast frá skattur af þessari upphæð, að þá þarf að skila inn nótu. Gjör svo vel, Jóna Rut. Forseti Eyrubæjarfulltrúa, þannig að ég skil það rétt sem sé að ef að þú kaupir skó, þá þarf að koma með skó frá þá sem tengjast á þessari íþróttastefnu, þannig að
verður að vera, eða skiptir sem sé enga máli, bara að sinna út. Bara íþróttabúnaði þá eða? Bara í golfklúbba og æfingagjöld og þess að það. Já. Og það ber að gera grein fyrir þessum greiðslum sem eru vegna íþrótta iðkunar í skattsamtali og undan því inn í fjárhæð. Í praxís hefur þetta verið þannig að viðkomandi leggur fram reikninga til þess að fá styrkinn greiddan. Það hefur dugað skattyfirvöldum yfirleitt til þess að við framtalsgerð þá sé þetta undanþegið skattskyldu. En heimildin samt svo frá skattyfirvöldum að fara fram á það að sýna kostnaðinn á móti þessum styrk því annars hann skattskyldur. Eins er þetta fyrir að hámark sem getið að þá náttúrulega viðbótin þá myndi hún koma til geta skattskyldur. Er ekki víst að þessi tæmandi talið, þessi upptalning hérna sko, en það er ekki tekið fram skó, en það er ekki þar með sagt að þeir hérna geti ekki fallið þetta, ég ætla ekki að hitta það. Já, þannig að ég alveg tilbúin að endurskoða mína aðstöðu þessu máli. Í ljósi þess að það sé hægt að gera þetta einmitt þennan hátt og það gengur upp hjá okkur með þetta, þá held ég muni greiða með þessari nýju tillögu og bara á von á starfsmönnum bæjarins þrammatinn Holt og Hæðir í framhaldinu með palla í fararbróti í nýjum skóm, nýri úlpu. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Orðið er laust. Áður en við göngum til atkvæðagreiðslu þessa tillögu frá vinnuverndarnefnd. Ef ekki, þá bara komið atkvæðagreiðslu undir síðasta máli sem tekið fyrir í opinni dagskrá og það er þessi breytingartillaga varðandi heilsustyrki. Þeir sem eru sammála þessari tillögu að breyta 9. grein varðandi kaup á íþróttabúnaði til eigin nota, að það komið þarna í staðinn fyrir það stendur sem kaup á búnaði til eigin nota, svo sem reiðhjól, þrekhjól, hlaupabretti, róðratæki eða sambærilegu, undanskilið eru fatnaður og skór, að þarna myndi þá eingöngu standa kaup á íþróttabúnaði til eigin nota. Þeir sem eru sammála þessari breytingatillögu á starfsmannastefnu Grindavíkurbæjar rétt upp hönd. Það er samþykkt með 5 atkvæðum. Þeir sem eru á móti, 2 sitja hjá. Og þá erum við búin að fara yfir dagskrána. Næst eru bara fundargerðir sem eru teknar utan dagskrár, útsendrar dagskrár.